Magnús Skarphéðinsson, formaður Sálarrannsóknarfélags Reykjavíkur, hefur undir höndum ljósmyndir sem hann telur sýna bæði drauga og ljósálfa. Hann segir myndirnar ófalsaðar og að fyrirbærin sem á þeim passi vel við lýsingar skyggs fólks. Guðmundur Ingólfsson hefur starfað sem ljósmyndari í marga áratugi og hann telur að skemmdar myndir séu að ræða. Magnús sestur hjá Þóru en Þóra ræðir líka við Guðmund. Velkomin, Magnús. Takk að þið fyrir. Hefðu áður en við skoðum þessar myndir, þá langar mér að spyrja hvaðan koma þeir? Já, myndirnar af ljósálfunum, hinum meintu ljósálfunum koma frá Miðengi í Grímsnesi. Það eru teknar þar fyrir tæpa árið síðan, 4. ágúst. Frá fólki sem þú þekkir? Já, mjög vel. Það var góður vinur okkar, Guðni Reynir Þorbjörnsson, sem var heima þar og fæddur alveg þar upp. Og hann svona skynjaði eitthvað einn daginn þarna frá bænum, heyrði eitthvað ískur svona og gekk á hljóðið og þar var hellir og svona sérstök orka þar, þannig að skynjaði eitthvað þarna og var oft þar löngu stundum og svo kom amma hans í heimsókn stuttu seinna. Ingibjörg Harðardóttir sem bara búsett hér í Reykjavík og hún bara svona ömmuleg kona með myndavél og tók þessar myndir og kom svo og sýndi með myndavélina með myndunum í og Við skulum byrja að fá þessar myndir hérna. Þær eru nú, já, þetta eru svona hvítar verur eða hvít fyrirbæri, maður getur ekki alveg átt að sjá því hvað þetta er. Við erum búin að draga þarna rauðan hring í kringum þetta og reyna svona þess að zooma inn á myndina. Ef þetta sést nógu vel þá sjá menn að það er, og það sem skemmtilegt við þetta, Þóra, er að þetta ber saman með lýsingar skyggs fólks sem ég hef nú talað við í áratugi þetta mál, hvernig annars vegar ólíkar tegundir álfum eru til og huldufólki og þetta passar mjög vel við ljósálfa. 10 til 20 cm verur með vængi, fætur og búk og höfuð. Ef það sést nógu vel á skjánum þá sjást þessar hvítu flygsur mjög greinilega með fætur og... Við getum farið aðeins nær inn á myndina og þá, ég veit nú ekki hvort þetta sýni eitthvað meira en þetta er allavega Þetta er að vera ljósálfar, segir. Já, og það eru þó nokkra svona myndir til með álfum á flugi í ólíkum stellingum og líkindin fyrir því að þetta gerist bara svona óvart inn á filmuna, lafandi fætur og vængir og búkur og höfuð og allt það, í margan gang er náttúrulega einn á móti einhverjum billjónum að það gerist bara svona sem skemmd í filmu. Þannig að mér finnst það ekkert voðalega líkleg skýring að þetta sé skemmd í filmu. Við skulum heyra á eftir hvað Guðmundur segir, en svo ertu hérna með myndir af fleiru. Já, það er reyndar. Það er kannski, já, þarna sjáum við aftur aðrar myndir af ljósálfanum. En þú ert einnig með myndir af, já, ég veit ekki hvernig við útskýrum það. Er þetta draugar eða hvað til við? Á hinum myndunum? Já. Það má eiginlega segja, það er mikill sægur til af myndum. Þetta er til dæmis tekið úr kirkju í Austurríki. Þar kemur svona hvítar flygsur oft inn á myndir, bæði í kirkjum og í kirkjukorðum og fleira og við trúarlega staði og reyndar víðar. En þetta er oftast svona, kemur svona, kannski bara eina mynd, svona fullt af svona flygsum og svo ekki aðra myndir. Reykur. Það var nú engin að reykja í þessari kirkju sem þarna var. Eða móða eða eitthvað? Engin mynd þarna fyrir framan og eftir var svona og það er til mikið af svona myndum, stundum myndast skýrar myndir í þessar flygsur. Þessi mynd þarna er tekin reyndar í vínkjallara niðri í Evrópu, Suður-Evrópu og þar kom einhver vera í barnavagnin á myndina sem alls ekkert var þarna þegar menn tóku myndina. Og nú er alltaf hægt að segja svona að þetta er kannski bara einhver miskilningur eða tæknibilun eða eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis en þessu líkir mjög saman við reynslu skyggs fólks þegar það sér svona ýmislegt. Já, og þessi er nú kannski eina af uppáhaldsmyndunum mínum. Þetta voru ítölsk hjón sem voru hér á ferðalagi við Dyrhólaey og Reynistranga og tók þessar myndir og tók ekki til neinu óðurlegu fyrir að þau komu heim. Þá var þessi vera þarna á göngustígnum. Og ef við sjáum þetta aðeins nær, þá er þessi vera svona næstum því eins og draugur eða hvað ég að segja, eða guðlegu vera, eitthvað svona hvítur yfirlitum og það er engir fætur á henni. En hún gengur þarna fjárgötuna. Svona kemur oft inn á myndir og fólk er bara venlegt fólk svona eins og ég og þú og þessi amma þetta sem tók þessar myndir, það skilur ekkert í þessu, þetta er bara allt í einni myndinni. Þúsundir er til af svona myndum. En við höfum engar forsendur til að meta það hvort þessar myndir eru falsaðar eða ekki. Stafræn tækni bara gerir það að verkum að nú getur hver sem er farið og fiffa myndirnar sínar í tölvunni heima sér. Gjörsamlega. En ef maðurinn... Og við höfum heldur engar upprunulegar eins og í filmunum, þá gætum við allavega að skoða filmurnar. Já.
En það stóð nú til, og það getur hver sem vill skoða myndavélina hjá ljósmyndaranum á ljóshólanum í Grímsnesinu, svo ekki það vandamálið, en sko, það veit líka enginn heldur hvort það er sko lífaður hnöttur því það er enginn komið þangað. En þið sendir myndirnar út þegar þið fáið til dæmis hjá Sálarrannsóknarfélaginu. Við sendum það til breskra og þýskra og bandarískra aðila sem í þessum bransa, að fá svona ljósmyndar og rannsaka þær og þeir kváðu upp úr með það, þetta væru, sem ég svo sem vissi, að þetta væru ekki falsaðar myndir. En hvernig geta þið gert það? Með því að stækka þær og skoða þær með alls konar tækni sem þeir hafa til að greina það. Það eru með mjög mikla reynslu í því. Við skulum skoða hvað ljósmyndarinn Guðmundur Ingólfsson hafði þetta að segja, en hann hefur náttúrulega fengist til ljósmyndun í áratugi. Guðmundur, hvað sýnist þér vera á þessari mynd? Mér sýnist þetta nú aðalega vera sko eitthvað aðtæknilega. Ég hef grunn það að þessi vél sem var ljósmyndað á í þessu tilviki hafi verið svona smávél og það er flassakjarnan. Ef að vélinn segir að sé mikill kontrast milli himinsins og forgrunnsins, þá situr hún flassi í gang. Og ég hef grunn að þetta séu gróðuragnir. Það hefur verið í þurrviðri og menn hafa stigið harkalega til jarðar og dælt henni upp, frjókornum. Hvað heldur með þessa mynd? Já, sko ef eitthvað er nálægt í að maður geti held að gerði verið tilraun til fölsuna þá er það hér. Ég held að flögur í stafrænum vélum hafi minni á það sem að þær sá áður. Eins og augað. Ef við horfum í sterkt ljós þá er það á sjónheiminu okkar talsverðan tíma eftir. Það gæti verið skýringin að rétt áður hefði verið tekið mynd af einhverju hlut sem líktist þessu og síðan svo fixeraður í sellinu. Hér segjast menn sjá draug. Hvað heldur þú að þetta sé? Ég held að þetta sé einhver hálfgagnsæ flaga sem liggur á ljósnæmu sellunni í vélinni. Í stafrænni myndavél? Í stafrænni myndavél, já. Ég hef ekki ástæðu til þess að halda að neinn hafi verið að falsa neitt viljandi. Ég held að þetta sé tækni galli. En hefur þú séð eitthvað svoleiðis gerast á myndum áður? Já. Og birtist það svona? Það birtist allavega. Það er tilviljun. Sko, maður sér ekki þetta sem mannskepnun eða draug nema með góðum vilja. Hér er líka hægt að sjá draug ef maður vill. Ég held að þetta sjá anda. Ég held að þetta sjá andardrátt, þessi sem tók myndina. Af konunni sem situr hér á bekk að dæma hefur verið mjög kalt í kirkjunni. Hún er með eyrnaskjól. Maður gengur nú ekki með eyrnaskjól til kirkjunni, maður sé fyrir kalt. Og svo er þessar myndavélar mjög smáar og fólk heldur svona fyrir saman andlit sér og þegar það andar frá sér í köldu lofti þá hreinlega rýmar eða sest móða á linsuna eða bara í loftið fyrir framan þegar flassið hittir þetta aftur á einu sinni. Þannig að þú heldur ennáttur að hér sé lógisk skýring? Já, ég held að sé einföld tækniskýring á þessu. Hefur þú séð eitthvað þessu líkt áður? Já, það hef ég séð. Bæði úr filmu og stafrænni myndavél. Magnús, hefur þú sjálfur ekki hag af því að láta fólk trúa þessu sem í þínu starfi hjá Sálarrannsóknarfélaginu? Mér finnst að Guðmundur Ingólfsson eigi að fá Nóbelsverðlaunin fyrir ímyndanir, hvaða skýringar hann getur dregið upp í dagsljósið þetta séu frjókorna flixur þarna. Já, þú gefur ekki mikið fyrir þessar skýringar? Mér finnst þetta bara góð íslensk fyndni. Það gengur ekki með góðum huga einu sinni að toga þetta upp í það að þetta séu frjókornaflixur eða eitthvað annað og þetta sé eitthvað svona flixa þarna á filmun þessi draugur sem er þarna á fjárgötu. En hefur þú einhverja forsendin til að rengja hann sem ljósmyndara og þessa fagþekkingu sem hann hefur á því sviði? Þetta kemur fagþekking alls ekkert við, bara þú veist, þetta er spurning það sko, hvernig nálgunst við heiminn sem við búum í. Ég meina, þú veist, við getum ekkert nálgast þannig öðruvísi en að hlusta á vitni og sjónarvotta og gera rannsóknir og safna gögnum og þetta er eitt af því og það þýðir ekkert mannkynið alltaf að draga allt í ruslakistuna, þetta er ímyndun og þetta er della og þetta er falsvöld. Þú ert búin að vera að ræða við fólk huldufólk og álfa í áratugi og meðan hann er búin að fást í ljósmyndun og hann segist hafa séð útfrymið á fjölmörgum myndum en bara kallar það allt annað. Já. Það er svolítið erfitt fyrir fólk að meta hvort er satt. Þarf maður ekki bara að trúa þessu? Nei,
það bara sem sagt líkindi og þetta er bara rökleg hugsun. Hvað segir skynt fólk annars vegar sem aldrei hefur séð þessar myndir og það passa við það sem er á myndunum og lýsingarnar eru úr svo ólíkum áttum passa svo vel saman. Ef þetta er eitthvað alheims samsæri gegn mér eða Guðmundi Ingólfssoni þá sem sagt er alveg ólíkindum hvað það passar allt vel alveg saman hvað fólk býr á netinu. Það skynjar þessar verur alls staðar eins. Hefur þú talað við fólk sem hefur séð ljósálfa? Já, ég hef hitt yfir Það var starfið mitt að safna dulrænum frásögnum og reynslusögum hjá Sálræðsnafélaginu. Ég hef hitt yfir 700 Íslendingar sem hafa séð álfa og huldufólk og mjög margir hafa hitt huldufólk árum saman, haft mikið vináttu við það. Hefur þú hitt álfa og huldufólk sjálfur? Nei, því miður, myndi gjarna vilja það. En ég hef náttúrulega reynt að nálgast þetta mál svona frá sjónarhóli vísindamannsins, bara hlusta á frásagnir sjónarvottanna og hvernig leit þeir út og klæðnaður og hvað sögðu þeir og hvað bygguðu þeir og hvernig Einhver niðurstaða? Bráðabirgðaniðurstaða er svo að það virðist vera að þetta fólk trúlega hafi rétt fyrir sér, að það búi hér í annarri vídd sem að mannkynið hefur svo sem ekki hugmyndum með þá. En við komumst ekki lengra með þetta mál hér í dag, en þetta er allavega forvitnilega myndir og ég þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.